náttúrunni til þín. Gott CBD einfaldlega betra. Herðu, Ásdís Olsen, velkomin í Þvotthúsið. Já, takk fyrir það. Velkomin til Íslands. Erum við bara byrjuð? Já. Þannig að gaman að fá þig. Já, sömuleiðis, takk fyrir að bjóða mér. Hvenær varstu ekki bara að lenda í gær? Jú, seint í gærkvöldi, kom ég frá Ítalíu. Og stóð skíðum. Ég var á skíðum. Þú veist eins að ég skrifaði hjá mér, þú ert margfaldur Íslandsmeistar á skíðum. Já, einhvern tímann fyrir langa löngu. Sjónvarpskona, Já, fyrrum flugfreyja, fræðimaður, kennari og fyrirlesari á sviði jákvæðrar sálfræði og núvitundar og þú hefur sérhæftið í hagnýtum aðferðum til að auka vellíðan og hamingju fólks. wow, þetta er rosalegt. Ég skoðaði CV-ið þitt og það voru bara eitthvað svona 4 blaðsíður sko. Já, ég er nú búin að lifa svolítið lengi, sko. Ég er alveg búin að vera að í marga áratugi að gera alls konar og oftast bara það sem ég hef áhuga og finnst skemmtilegt. Og á hverju hefur áhuga á? Mannlegum möguleikum, myndi ég segja. Allt þetta sem að okkur býðst að upplifa í þessum raunveruleika. Þannig að ég er svona, gráðug að vita meira og mér finnst svo margt mögulegt. Er þetta þráhyggju röskun? Það getur vel verið og það getur vel verið að sé út að ég er svo fucked up, sko, að ég sé bara einhvern veginn að leita sjálfur mér alltaf, sko, og sem drifir mig áfram. En finnst þú á einhvern tímapunkti finna eitthvað sem svona bara njörvar þetta niður fyrir þig? Aftur og aftur. Já. Finnst mér ég hafa fundið sannleikann, sko. Það er skammgóða vermir. Já, það opnast eitthvað nýtt og bætist alltaf eitthvað við, sko. Þannig að það ég veit að það er mikið meira heldur en þetta sem að við höldum að sé, okkar upplifun að raunveruleikann. En hvað var það sem fékk þig til þess að, ég meina, sko, allir þessi viðmælendur sem við erum búin að vera með hérna hjá okkur, þeir virðast að allir eiga eitt sameiginlegt og það er þjáning. Já. Eitthvað, burnout, eitthvað bruni. Já, það sem fólk er einhvern veginn sett út í horn og bara það sem það er bara... Við neyðumst til þess að gera eitthvað. Já, ég meina, hvað kom eiginlega fyrir þig? Ef að byrja á þjáningunni eða tímamótunum sem urðu til þess að ég fór að leita svörum. Já, ég meina, er það ekki, sko, það er svona næstu eitt og því sama, en þjáningin kemur undan. Byrjum á þjáningunni. En á sama tíma varstu bara á skíðum, bara eitthvað happy á hvernig tímapunkti. Ef ekki að byrja þar. Þegar ég var happy. Þegar þú varst happy. Já. Á skíðum. Og á skíðum. Og svo ferðu inn í lífið. Já. Og lífið einhvern veginn gerist fyrir þig. Já. Og það er þjáningin. Og svo er eitthvað upprisa. Já, þetta gerist í annar röð, örugglega hjá mér, sko. Þjáningin er í alveg, frumbönsku bara. Þar byrjar tráma mitt. Svo er ég bara, flýti ég ofan á einhvern veginn og er bara mjög lukkuleg og gengur allt í haginn, bara í langan tíma. Og hélt að ég væri bara ótrúlega sæl og sátt og væri að lifa mjög góðu lífi. Hvað kom fyrir þig? Viltu fara eitthvað inn á það eða? Hvað gerist þannig þegar ég er lítil? Já, ég hef nú ekki talað mikið um það en unni mikið með það, en ég er lenda á sjúkrahúsi þegar ég er pínu lítil og það var algjör terror fyrir börn fyrir þetta einhverjum 50 og eitthvað árum. Þá voru börn bara sem fóru sjúkrahús bara látin gráta og þjást og það mátti enginn koma að heimsækja þau og þannig að það verður svona tengslarof og vantraust gagnvart foreldrum, þannig að það er svona trámað sem Hvað varstu gömul þarna? Ég var svona 11-12 mánaða þegar þetta gerist og þarna ég farið inn í þetta svona með ýmsum hætti í dáleyslu og hugleyslu og með vitundarvíkandi aðferðum og alls konar og EMDR þú veist og þetta er svolítið, þarna
byrjar eitthvað sem að truflar sálina óskaplega mikið og ég meiri sé að hef upplifað það eins og litla barni sé, eða þú veist, ég sem unga barn sé þarna velja hvort ég lifi að dey. Varst í lífshættu þannig? Nei, þetta var ekki svo alvarlegt sem var að mér, sko. Ég var bara með einhverja hálsbólgu sem að myndaði svona æxli sem að, þú veist, gerði að verkum að ég var með svona köfnunar, eða var svona köfnunar, einhverjir einkenni sem ég var með. Og svo, þú veist, ég held að það sé ekki endilega það versta, heldur þetta að vera skilin eftir og ég á, sem sagt, myndir af mér það sem ég bara sálin fer, einhvern veginn, það svona eins og hún yfirgefur mig. En ef þú hefur ekki farið í þessa reynslu, í dáleiðslu og komist aftur í reynsluna, hefur þú getað tengt þjáninguna við þetta? Þú manst væntanlega ekki. Ég, sko, já. Ég skilja hvað ég meina, hefur þú getað tengt þjáninguna við þetta atvik eða spítalan? Sko, ég veit ekki hvar það kannski ég að gefa mér eitthvað út af því að ég veit ýmislegt, þú veist, og sé þarna svona upptökin af einhverju sem að, þú veist, ég þekki sem, þú veist, seinna á ævinni svona innilokunarkennd og svona viðkomni fyrir, þú veist, einhverju og svo svo reyndar ég með annað tráma sem að gerist líka þegar ég ung og það að ég send á svona barnaheimili sem að þegar við nörgulega heyrt að barnaheimili á þessum tíma, þú veist, voru ekkert sérlega barnvinsamleg. Nei, einmitt. Hvað varstu gömul þá? Og þá ég 4 ára og ég held ég hafi verið svolítið erfið út af því að ég les það í dagbókunum minni ömmu að þú veist, ég var svona rikki mömmu alltaf, trúlega alltaf að leita öryggis. Já. Okay. En okkur varstu að senda á barnaheimili? Var eitthvað vesen heima fyrir það? Nei, ekki þannig að pappa og mamma voru að byggja, voru búin að selja íbúin og byggu heimi og ömmu og það var bara þröngt, þannig að það, þú veist, var þetta eitthvað sem var bara gert á þessum tíma? Kannski var þetta svolítið gert, þetta var oft gert, börn voru stundum sett á barnaheimili svo þegar foreldrarnir voru að fara í frí og svona. Þetta bara svo kattolt fyrir kettina. Já, svolítið, í geymslu. Já, ég get ekki ímyndað mér að henda börnunum mínum í geymslu. Ok, ég skilji. Já, og á þessum tíma þá voru börn, voru uppeldishugmyndir voru skelfilegar. Það var verið að umgangast börn eins og svona skynlausa skepnur. Þeim var kennt að vinna. Já, þau eru glad snemma og að vera ekki að sýna einhverja tilfinningar. Og það mátti ekki vera reiður eða þið viti og þannig að sko það var ekki verið að bregðast við börnum og þeirra þörfum heldur var verið að reyna að steypa þau í eitthvað mót sem að henta því og ég verð ennþá svona pínu gröm því ég tala þetta því að ég kannski í garð hvers? Já, í garð þeirra sem að bjuggu til þessar uppeldiskenningar og það eru svona nokkur nöfn í sem að kom upp í hugan sem tengjast því að hafa verið að kenna mæðrum að svona temja börn til hlýðni. En ekki verið að kenna þá þarna mæðrum að sem sagt eitthvað sem að stangast á eða ætti að stangast á við betri vitund? Altså bara hvað var það í rauninni bara tilfinningarlegt aðgengi, nánd og kærleik, veist, eitthvað sem okkur eiginlegt. Já, sem móðuræðlinu. Já, einmitt. Þannig að og þá spyr maður sig, sko, hver það sem bregst, sko, það samfélags, það strúktúrun sem slíkur eða það foreldrið, sko? Ég held að foreldrar hafi kannski verið að reyna að gera sitt besta og kannski ég held líka að við höfum þróast svolítið mikið frá þessum tíma og við erum miklu hæfari held ég í dag til þess að vera tengd okkur og finna veist, hvað rétt. Ég held að við á þessum tíma hafi fólk haft meiri trú á læknunum heldur en sjálfum sér til dæmis. Þannig að það svona valdi var svolítið tekið frá foreldrunum og þau áttu að lesa uppdæmiskenningar og það voru læknar sem sögðu láti börnin drekka á 4 tíma fresti og ekki vera að taka þau upp því að þá spillið þeim og ekki hrósa börnum því að þá það montinn og þið viti. Það var kannski heyrt eitthvað af þessu. Þetta er bara, þú bara að lýsa þann einhver ofbeldi, sko. Já, þetta voru uppeldisaðferðirnar. Þannig að
ég held nú bara, þú veist, mín kynslóð sé að vinna úr rosa miklu. Já, og sko kynslóðin sem að ól þig eða okkur upp, sko. Já. Eða í rauninni kannski hefði átt að vinna úr einhverju. Já, og svo erum við kannski bara lukkuleg og ættum að vera svolítið ána með að við getum þetta. En það er rosa mikið í þarna boði í dag. Og þú náttúrulega veist það, þú vinnur við að taka viðtöl við fólk úr öllum þessum áttum. Já. Finnst þér þetta aldrei verða bara of mikið, of ruglingslegt? Er ekki verið að flækja málin oft rosalega mikið? Óþarflega mikið? Ég fæ oft þessa tilfinningu, sérstaklega núna í seinni tíð, sko, nú nenni ég sér ekki meira og nú fyrir bara að hafa gaman. Já. og það, við erum trúlega líka, já, þú veist, ég náttúrulega búin að vera á bólakafi í þessu í áratugi og hef fer og bara kynni mér og læri og mjög forvitin alls konar aðferðir. Og já, svo svona koma svona tímabil þar sem að mér finnst bara, við þarfum aðeins að hvíla þetta og hafa bara gaman og fara að skíði. Já, því sko, veist, ég þetta með, sko, þú talar mikið mindfulness, en núvitund. Þetta eitthvað sem þú hefur lært eða ekki og kennt. Og það, þessi vakning, þessi vakandi eftirtekt, altså þá í takt eða möntru eða andadrátt. Veist, einhver iðkun í rauninni sem kennst í hálfkvist við í rauninni bara þessa einföldu iðkun? Veist, ég meina, eitthvað annað sem eitthvað árangusríkara en bara pjúra núvitund og fókus? Núvitund var fyrir mér sko algjör opinberun. Hvað gerist? Hvenær og af hverju leitaðu þangað? Já, þá komum við að þú veist, minni vakningu og það, ég nú oft sagt frá þetta, ég haldi marga fyrirlestur það og ég held með einhvern tíma TED fyrirlestur þar sem ég lýsti þessu kvíðakasti sem ég fekk, svona algjöru panik ástandi. Já. Og það gerist einmitt á einhverju tímabili sem var ótrúlega gott í lífi mínu, það sem að allt var bara fullkomið. Ég hafði það mjög gott og var á ferðalagi með fjölskyldan út á landi og allt eins og bestur á kosinum að ef ég fer í lengri útgáfuna þá var það þannig ég var rifbeinsbrotin, hafði verið út í garði að stinga eitthvað upp og brotnaði hakin og stakst inn og ég hafði nú dottið og eitthvað aðeins mist meðutund en ekkert mál og við vorum að fara í eitthvað ferðalag og ég vissi að ég var brákuð eitthvað en svo erum við svona strand hjá fólki á Bóndabæ út á einhvers staðar rétt hjá Neskaupstað. En þú ert þarna með þín börn? Ég er með mín börn og ég er með manninu mínum og ég er með vinahjónum og þetta var bara svona ótrúlega gott. Við vorum með sér búin að vera að leika okkur í hlöðunni og sveifla okkur og svo bilar eitt bíllinn hann að það er ákveðið að gista á þessum bæ, á þessum Bóndabæ, á þessu yndislega fólki sem bauð okkur bara að gista og í mat og svo er ég að fara að sofa kvöldið og með dóttur minni og við erum bara að fara með bænirnar og svo reis hún þessu upp við bringuna mína þar sem að rifið er brákað og það kemur svona nístandi sársauki sem að gera það verkum að ég hugsa nú stakst rifið inn í hjartað og ég er að deyja. Og ég finn sko hitan og finn blóðið streyma út úr hjartan og ég lærði ótrúlega mikið þarna í fyrsta lagi þá henti ég mér 4 fætur til þess að hægja á dauða mínum og við það rifið eitthvað meira og ég hugsa vá, nú fór það inn í lungun, nú næ ég ekki andanum og þá En þetta eru rangkomindir? Já, en það sem gerist og var svo merkilt að viðbröð líkamanns voru öll í samræmi við það sem ég hugsaði. Hugsanar, já. En það var ekkert í gangi. Þannig að ég fekk að upplifa bara að ég væri að deyja. Ég fekk að upplifa að ég næði ekki andan og þið vitið og það var kallað í sjúkrabíl og ég er send á sjúkrahúsið í rannsóknir þar sem að, ég er bara dauðvona
og þá einmitt koma læknarnir með þessar upplýsingar að það sé ekkert að mér og það verður til þess að ég verður svona fæ hálfgett sjokk því að þá átti ég má að það er eitthvað mikið að mér mikið að hausnum En hefur þetta ekki eitthvað með vanmáttar tilfinningu eða kennd að gera? Að einhvern veginn bara að þurfa að horfast í augu við sko í rauninni hversu lítill og vanmáttu við raunverulega erum eins og í þessu Já mér fannst þetta fyrst og fremst hafa með það að gera að hugurinn hljóp með mig í gunur og hann býr til alls konar líkamlega einkenni og ég fæ að upplifa kvíða með þessum heftarlega hætti og átta mig á í rauninni þar sem ég vissi ekki þá að hugurinn er svona ótrúlega öflugt tæki hann er í rauninni svo megnugur og hann getur látið okkur upplifa alls konar hluti þannig með því að ímynda mér þetta og þá fer allt úrskeiðis í líkamannum mínum við þessar aðstæður og þarna gerist það að ég hugsa að ég var að leita með hjálpar þetta er eitthvað skrítið og það er í rauninni þarna sem allt mitt ferðalag hefst Og hjálpar við hverju? Við að skilja hvað hafi gerst, hvað gerist í hausnum mínum og ég meina fyrsta sem ég læri er að hugurinn minn er fullur af bulli og hugurinn minn er alltaf að bulli mér Hann er ljúgaður sko og ég er ekki hugurinn minn og mér fannst þetta að merkilegasta sem ég hefði lært í lífinu En áttaðu þið á því sjálf eða þurftirðu að heyra það? Því þetta er alveg groundbreaking upplýsing sko þegar þú stígur úr þessu sko Nei, ég var nú bara svo heppin ég fór reyndar upp á geðdeild og leitaði mig hjálpar ég bara bankaði upp og sagði vil ég hjálpa mér það er eitthvað ég er að fá svona kvíða og það er eitthvað sem að hugurinn minn er að segja mér sem að ég veit að er ekki rétt og þá er ég svo ótrúlega heppin að það er verið að bjóða upp á bara held ég í fyrsta skipti á Íslandi núvitundar kennslu fyrir fólk sem er með kvíða og ég fer á námskeið í Mindfulness Cognitive Behavioral Therapy sem er hugræn atferlismeðferð með núvitundar nálgun og ég meina ég búin að læra ótrúlega margt og meiri segja sko kenndi lífsleikni við háskólanum mörg ár og kunni margt sem að stóð í bókunum en þarna gerði ég þessa stærstu uppgötvun í lífsins fyrst mér upp á geðdeild þar sem ég bara alveg wow akkur kendi mig þetta enginn akkur vissi ég þetta ekki að það er hugurinn minn sem að er stanslaust að bulli mér það er ég er hér en ekki í huganum mínum Það er sko samsömun með í huga stöðvast Já, algjörlega það er opinberu lífsmís þegar ég átti mig á því að ég er allt annað heldur en það sem er búið að innræta mig með og það var það sem að breytta öllu Hvenær var þetta? Þetta var þegar ég er 37 ára þetta er í kringum 2000 Og þetta kom bara allt í einu, það var engin undanfari þú varst ekkert áður en að þetta atvik gerist Já, nei það er smá undanfari ég fór á fyrsta hugleiðslunámskeiðið mitt þarna stuttu áður og ég man eftir því að ég var í Kundalini hugleiðslu hjá Kristbjörgu Kristmundsdóttur jógakennara og ég kem heim eftir eitt kvöldið og það er svo mikil ólga innra með mér og ég er að finna bara það er eitthvað svo skrítið og ég verð hrædd og ég ringi í hana og spyr hana veistu, það er eitthvað að gerast innan með mig ég er svolítið hrædd, hvað ég gera og kannski veit ég að það var nú kjaftasögur að Kundalini orkan geti verið öflug og eitthvað svona en hún svona hálfpartinn hlóa mér og sagði bara Ásdís mín, þetta eru bara tilfinningar það eru bara losna tilfinningar og andaði bara inn í þetta og það er í rauninni það sem að var að gerast þarna held ég var bara að fá hjálp við að opna fyrir það sem að var bælt innra með mér Myndirðu segja að síðan þú
sko síðan þú fattar þetta að þið eru í rauninni 2 eða 2 veist, er vegurinn búin að vera bara stöður beinn upp á við síðan? Nei, það ég held sér aldrei þannig. Það eru En þetta eru samt ótrúlega oft ef ég hugsa vildi ég hefði bara fengið að vera þú veist, ignorant og hamingjusöm og halda að þetta væri bara einfalt, sko. Það er oft flókið að hafa allar þessar tilfinningar. Já. Getur ekki bara lokað á þetta allt aftur? Hættir þessu rugli. Nei, ég meina þetta er alveg, veist, þetta er krass, sko. Þú ert að lýsa hana bara einhverju krassi, sko. Já. Veist, þú endar á geðdeild, sko. Já. Og þá spyr ég, sko, af hverju, því ég þekki mikið af svona venjulegu fólki. Já. Og það myndi aldrei lenda í þessari aðstæðu með sjálfan sig. Hver er spurningin? Og hvað veldur því að ég er svona, svona kvíða eða? Já, að sumir eru bara með, sko, og ég er bara að tala út úr eigin reynslu, sko, að ég sé bara með taugakerfið nánast utan á mér. Já. Og og eigi það til að sveiflast. Já. Eigi til að vera í hraða og vera hátt uppi og svo fara í sko, þyngdina líka, sko. Já. Og svo fara inn í þessar þjáningar og svo krass og þessi burnout, sko. Hvað veldur? Og svo aðrir ekki, sko. Já. Já, ég sko held að það sé enginn sem að sleppi alveg og sigli hérna í gegn og sé með þú veist fullkomi heilbrigði. Ég held ekki. Og ég held líka að við séum, veist, ég veit þetta ekki. Ég veit að ég var með fullt af, þú veist, svona einhverjum issueum. Ég var meðvirk, ég var, þú veist, bæld og þú veist, ég er ennþá að læra, mér veist, stundum bara grundvallaratriðin, sko. Og, þú veist, ég segi bara, ég þarf að hafa svo mikið fyrir að þroskast, sko. Já, Tengir þú þetta, Davíð? Áttu þetta eftir? Ég held það. Hæ? Ég held það. Nei, nú krassið? Já. Ég held að ég er á leiðinni í ristil og maðarspeglum, sko. Ég held að það sé krassið mitt, sko. Þú varst ekki þar í dag? Nei, í maí. Já, ok. Í maí. Annars var ég ekkert hérna. Var ég ennþá í tráma? Nei, en núvitundin getur samt verið eins og skilur, ég held ég er ágættur núvitund og mín núvitund felst ég eins og fara í golfið að sjóin eða sund og allt það, skilur. Þannig að ég alveg að resetta mig og endur hlaða alveg þvílit, sko. Því að hraðin er skemmtilegur. En segjum svo svo að við þurfum að fara að leita. Hverju eru við að leita af? Já, ég held að við séum að leita að svona sátt og kærleika og ég finnst, ég held að, ég veit það ekki, þess vegna er þetta svolítið spennandi, sko, en svörin eru oftast þau að finna þegar manni líður þannig að maður er bara uppfullur að sátt og kærleika og langar að þjóna. Er það hægt? Já. Alveg skilyrðislaust 100%? Ég held að það sé ekkit viðvarandi ástand til, sko. Ég held að þetta sé alltaf einhverja sveiflur. En af hverju heldur það sé mikilvægt að þjóna? Ég held að það sé bara eitthvað sem að, þú veist, virðist vera staðurinn þar sem að við erum komin svo langt frá egóinu að við þurfum ekki að þjóna okkur sjálfum, þú veist, og upplifum okkur líka hluta af öllu. Já. Og ég fengi að upplifa þetta nokkur sinnum og þú veist, og oft þegar maður er búin að vera kannski á núvitundanámskeiði í marga daga og þá bara gerist þetta einhvern veginn að sjálfu sér. Ég held að þetta sé þar sem að ég veit ekki hvað maður að kalla það, sálin okkar allra á sameiginlegt að þegar við erum þar einhvern veginn og laus undan egóinu og því sem að hugurinn er alltaf að reyna að hann er ótrúlega hugurinn, við getum talað um hann eftir, en þú veist, þá er þetta þessi velíðan að vera einhvern veginn hluta öllu, upplifa sig í ást og kærleika gagnvart sjálfum sér og öðrum sem hluti af. Já, ég held að það sé ultimate, en ég held að sé fullt meira, jafnvel
Getur það verið að sé eitthvað svona lögmál sem að við sko kúplum okkur inn í þannig að þegar við förum að þjóna í rauninni hagsmunum heildarinnar þá í rauninni fylgi okkar eigin hagsæld í kjölfarið. Hún gerir það bara automatist. Getur verið að það sé bara eitthvað svona lögmál sem að við kúplum okkur inn í? Já, ég kannski hægt að gera þetta svona með einhverju framkvæmd, sko, þetta er náttúrulega kennt í tólsporuvinnu og víða að, þú veist, að með því að hjálpa öðrum þá, og það er líka í ákvæði sálfræðinni, þú veist, kennt, en þetta er ástand sem við getum náð og margir hafa náð, sem að kemur, með ákveðin iðkun, held ég. Já. En nú er ég að tala um eitthvað sem mér finnst ég hafa snert á því og ég veit að er þarna og ég veit að er innra með mér og ykkur öllum og okkur öllum, sko. Og ég hugsaði, vá, svona við Jesú liðið. Ég skipti þá alveg bara, vá, þetta er magna. Já, ég meina, það eru svona manneskjur sem hafa gengið jörðina einhvern veginn og þeir manneskjur sem er minnst á í svona sögulegu samhengi. Sem hafa náð einhverju uppljómun og svona allavega litið út fyrir að hafa verið í einhvers konar sátt sem við öll einhvern veginn viljum. Allar þessar manneskjur eiga það sameiginlegt að vera ekki svona tengd kannski einhverju svona efnislegri gnægð og vera í þjónustu við aðra. Já, það er þannig. Ég held að þetta efnislega sé oft þess að fylla inn upp í eitthvað tómarúm. Og við erum hérna bara í einhverju kapphlaupi, sko. Það er alltaf að reyna að fixa og fylla eitthvað. En svo örvæntingafullt og án árangurs. Já, þetta er oft gaman. Þetta er, þú veist, mér finnst þetta mjög skemmtilegt að fá að taka þátt í þessu ruglaða lífi. Skella sér á skíðið lítið líf. Já, algjörlega. Og ég er núna mér að segja, þú veist, er í framkvæmdum að búa til heimili fyrir mig og þú veist, okkur nokkra kynslóðir saman og þú veist, ég er allavega ekki laus undan þessi að vilja hafa svona veraldlega gott, sko. En svo er bara spurning hvort maður þurfi þess eitthvað, þú veist, hvort það sé ekki pláss fyrir þetta allt saman, sko. Ég held að sé ég er sammála því, sko. Þetta getur alveg verið 50-50. Er það ekki? Jú. Bara svo kapitalismin og hippanir 50-50. Þannig að einmitt, sko, ég er hérna mér langar aðeins, sko, þú er búin að taka viðtal við alla gúrú á Íslands í hinum á þessum greinum og öllum þessum aðferðum og nálgunum. Er eitthvað sem að þér finnst svona eitthvað svona standa út, eitthvað sem svona einhvern veginn bara klikkaði svona ekstra vel fyrir þig í þessum þáttum sem ég verið að gera? Já. Eitthvað sem bara talaði til þín? Ég gera náttúrulega þáttum dálæslu og það gerðist eftir að ég fór sjálf í dálæslu og fekk að upplifa svo ótrúlega hluti og átti til upptökuna af minni eigin dálæslu. Þannig að það er, þú veist, ótrúlega mikil galdur. Hvað gerðist þar? Það gerðist svo ótrúlega, mér finnst ég alltaf bara vera hálfskrýtna því að tala um það, en þú veist, ég fekk og ég bað það, ásetningurinn var að mér langaði að tengjast æðri mætti og fá að spyrja, þú veist, út í hvað mér var ætlað að gera hérna á þessari jörð, sko, hvað stæði til. Og ég fekk að upplifa bara eins og ég var þetta samtal við bara einhvern æðri mátt bara í fyrsta session skila, já. Og ég fekk að tala við, þú veist, mömmu og pappa og alls konar, þú veist, fekk upplifun af svo stórkostlegum hlutum að það var ótrúlegt. Og ég hugsa, ég myndi ekki trúa henni múti að það til upptaka af þessu og ég get hort á aftur, þú veist, þegar að, þú veist, að leka bara stanslist tár og það er svona alveg ótrúlega mögnuð upplifun og ég fekk alveg ofsa skilabóð þú þarf bara að vera í lagi sjálf, þá gerist allt hitt að sjálfu sér. Og það er alltaf að verða meira og meira satt fyrir mér, akkurat þetta, sko. Þannig að þetta var svona mögnuð upplifun. Já,
Við konumst við þetta. Já, ég var að hugunum var að reyka tilbaka þegar ég horfði á þig hérna. Þið voru inn í Dálisum Í Dálislinni. Já, er þetta ekki magnað? Jú, ég tengi við þetta. Það er sem að fara niður í eitthvað dýpi Já, sem er samt sem að hluti af þínu sjálfi já, nema bara 95% af því sem ert þú, sko, sem er bara annars einhvern veginn ekki aðgengilegt. Og þetta er svo mikilvægt, sko, nummer 1, að spyrja réttu spurningana. Það er nummer 1 og mér fannst ég vera í ástandi þar einmitt til þess að spyrja réttu spurningana og ég fekk svörin bara filterslaus. Það voru svör við öllum spurningum heimsins, sko, og allt kusk, sko, mér fannst ég sjá það og mér fannst ég hafa getu til þess að geta sópaði saman og kastaði út, sko. Vá. Þannig að ég tengi alveg þetta. Við hvern fannst þér að þú vera að tala? Ég var í sjálfinu, sko. Já. En fannst þér svörin koma einhverstaðar eins og innra með þér? Eða? Já, þau komu innra með mér, sko. Þau voru það. Svörin voru innra með þér? Svörin voru öll þarna, sko. Og í dálislinni það fara niður í þetta dýpi, það sem einmitt svörin eru, sko. Ég veit spurningarnar og svörin liggja þarna bara fyrir mig til þess að grípa, sko. Já. Og svona, og laus, öll skynjun einhvern veginn laus við, sko, þennan filter persónuleikans. Og filterinn er orsakast af ótta fyrst og fremst sem svo birtist í ótal birtingamyndum, sko. Þarna bara var allt það horfið. Þannig að það var bara skýr sýn, sko. Finnst þér þetta geti verið eins og þú veist komist fram hjá allir forritun, allir innrætingu, öllur hugsunum, öllu þessu vitrana, bara pjúra hugrekki. Já. Engin spurning. Og bara í sálarkjarnan einhvern veginn, undir meðutundina og þitt svona sanna. Já. Ég meina, tengjur ekki við það. Þetta ekki algjörlega, mér finnst þetta svo stórkostlegt, sko. En í þessu samhengi, sko, því mér finnst, ég hef heyrt fólk líka saman í rauninni, sko, þessu ferli, sko, þegar þú ert að fara inn í þetta dýpi. Þú ert með eitthvað minningar, þú ert með eitthvað kusk, þú ert með eitthvað áföll, þú ert með eitthvað sem þú hefur kannski ekki haft rænuð að getu til þess að bara einu sinni spurja sjálfan sig að. Fólk líkir þessum reynslum sama við þarna ayahuasca eða sveppatripp eða peyote eða hvað það nú er sem fólk er að gera í þessum hugvíkandi efnum. Já. Þú fórst þessa leið líka. Já, ég prófaði þetta og þetta er svolítið langt síðan, þú varst svolítið á undan þessari bylgju sem svo hefur riðið yfir allt núna, sko. Í startaðinni, sko. Já, það má basically segja það að þú hafi gert það, því að þegar ég fór að googla það bara, já, þetta dót, því ég manist að sé þetta, en það eru örugglega 3-4 ár síðan. En það gerist óvart líka, þú veist, það var eiginlega, ég ætlaði að gera þátt andlega vakningu. Já. Og fór að tala við allt fólki sem að mér fannst vera svona, þú veist, mestu brauðröndunir á þessu sviði hérna, og það vildi allir bara tala ayahuasca. Og þá áttaði maður að heyra, þátturinn það er engin spurning, þetta er það sem er í gangi. Og ég kom svolítið af fjöllum, þá hafði ég ekki prófað þetta, sko. En finnst þér, var þetta sambarlegt ferðalag? Er það sama að gerast? Sko, mér finnst miklu fleira geta gerst í svona vitundarferðalögum heldur en gerist í dálislunni. Það er svo mismunandi hvað gerist hjá fólki. Hvað tekur á móti þér þá? Já, eða sumir er að upplifa svona einhverjar ofskynjanir og er að fara í, þú veist, alls konar önnur líf og alls konar reynslu. Og margir sitja svolítið lengi í þjáningunni og eru að fara aftur og aftur inn í einhverja skelfingu, þú veist, og svo eru aðrir sem eru þarna og ég fæ ofta alveg ofsalega, þetta verður svolítið líkanlegt hjá mér, ég upplifu mikla líkanlega heilun, þú veist, en ég hef líka upplifað mjög svipaða hluti og gerst í dálistunni. Ég fer oftast þangað. Mér finnst ekki allir vera þar. En varstu ekkert smeyk við að fara also í þetta svona opinberlega eins og þú gerðir fyrir þetta löngum tíma? Fólk eitthvað aðeins farið að opna sig um þetta núna svona opinberlega. Þú varst svolítið langt á undan því. Varstu ekkert smeyk við það? Ég man eftir þessu myndbandi, þú varst eitthvað að tala
við síman eitthvað svona myrkri bara Ég var alveg að taka alveg bara ég næði ekki að tala við ykkur þetta sagði og ég horfði á þetta ég var búin að gleyma þessari senu sko og mér finnst þetta mjög áhugavert sko. Segðu mig hvernig þú upplifir þetta, fannst þér eins og þetta sittir mig inn á hæli? Nei, alls ekki, ég er náttúrulega kemur úr þessum heim, ég er búin að vera undir áhrifum vímuefna hálft mitt líf, þannig ég þekki það alveg, veit alveg hvernig það er og ég þekki mun á og ég veit alveg hvað hugvíkandi efni gera fyrir mann. En líkir þessu við vímuefni? Vímuefni? Sko, ég er engan áhuga á þeim. Nei, þetta fer út bara frá skilgreiningum, sko, ég hef farið inn í andlega reynslur með notkun á kannabisefnum. Já, ok. Og ég hef farið líka inn í andlega reynslur með neyslu á altså örvandi efnum en ekki mjög svona heilvænlegar. Þú veist, það voru skynhrif og allt mögulegt. Nei, bara allt mögulegt. Þú veist, ég hef búin að fá alls konar insights blossa í neyslu á dópi. Já, ok. Og en vímuefni og ekki vímuefni, ég myndi ekki segja þessu ávanabindandi efni eða fíkniefni myndi ég segja, þetta er náttúrulega leikur orðun líka en vímuefni klárlega, hugvíkandi efni klárlega og ekkert nema jákvætt það að segja. Það er mín skoðun sko. En já, ég meina þú varst bara að koma úr þessu. Já, en ég tengi þetta alls ekki við vímuefni eitthvað og ég er mjög hrædd við, ég er svona kannski er einhver stjórnsemi í mér langar ekki að missa stjórnina og nota efni og ég nota helst ekki lyf og tek helst ekki bara magnil sko, því ég vil vita ef ég er með verki sko. Þannig að ég var skítrætt við að fara í þetta og ég frestaði 2 eða 3 sko, áður en að ég þorði að stíga alveg inn í þetta og taka meðalið. Ég líti á þetta sem svona náttúrumeðal og svona þessa umgjörð sem þetta er gert í svona sem heilunarferli og ég gerði þetta með geðlækni sem að leiddi mig gegnum þetta og undirbjóð mig með ásetning og var svo í úrvinnslu eftir og svona. Og mér finnst það að gera þetta þannig, sko, ef maður ætlar að gera þetta, þú veist, með þessum, í þessum tilgangi að, þú veist, vera sækjast eftir einhvers konar lausn eða heilun. Klárlega, ég myndi líka aldrei dæma þetta sem sko vímuefna neyslu plattform sko. Ég er ekki að segja það en á sama tíma sko bara fyrir 20 sko þá var ég át rosa mikið af psilocybin sveppum sko en það var alls ekki á einhverjum forsendum að ég ætlaði eitthvað að fara að vaksa sem einhver andleg vera sko eða að fara að þurrka út einhver tráma í lífinu, ég var bara full blown í einhverju góðu partí sko og svo var það líka bara haptrætti í hvernig trippi maður lendir á sko en það sem ég er að ég held að það sé svolítið nefnilega varhugavert að líka þessu saman og þegar maður heyrir stundum að fólk heldur að þetta sé eitthvað svipað að prófa einhvern tímann í einhverju partíi sko sem að og ég held að þetta sé allavega eins og ég hef kynst þessu þá er þetta gert alltaf í svona fagleg umhverfi já, á svoleiðis forsendum. En er það svoleiðis inn að heima núna með alla þessa sjamana og handleyslan, forvinnan, eftirvinnan? Já, ég skil og spyrir að því sko. Ég þú veist, mér finnst skipta mjög miklu máli að þetta sé gert svona að fólki sem hefur reynslu og er með réttu forsendunar til þess að vinna með þetta og þekki Nú að því að þetta er svona neðanjarðar dæmi ennþá sko, er hægt að ganga þessum vísu, ég bara kem Við erum nú nýbúin að taka þáttina við hann Þór Guðnason sem að kom út úr skápnum með þetta alveg bara full blown og veist, auglýsir rauninni hann sé að veita ákveðna þjónustu sko, í þessum efnum Já og þetta er náttúrulega ekki regulated þjónusta þannig ég er að gefast hans Nei. Hæfileika og getu til þess að stýra þessu ferðalagi en þú ert að lýsa þarna bara undir handleiðslu sérfræðinga svo til mér finnst það eiginlega vera og sem hann skilur en til skilur Já, ég ætla kannski ekki að fara mikið út í það en kannski út í þú spurðir að því veist, að ég hef verið kjörk að gera þetta þarna á sínum tíma og ég, þú veist, Fyrstu ekkert skít fyrir þetta? Nei, gerði það nú ekki sko en ég er svolítið naív með svona ég skil ekki alveg að hverju eitthvað er bannað og að hverju maður á ekki að segja frá eitthvað svona, það er örgulega út af einhverju tráma sem ég er svona frekar ignorant en og kannski er ég eitthvað staðar út af kanti út af því, ég veit það ekki sko
en, þú veist, en mér finnst einhvern veginn, kannski út af því að ég er ekki færum svona baktjaldamakk og plott og eitthvað svona, þá verð ég bara að fá að gera þetta svona og þá verður maður bara dæmdur ef að það er Þú er ekki lent í neinu vesinni? Nei, ég er ekki lent í vesinni. En hvað kom út En núna þegar ég er að tala um þetta og hugsa, já, er það þess vegna sem að mér var ekki búið þannig? Já, ég meina, fólk er ennþá, veist, svolítið shy að tala um þetta opinberlega. Já. Algjörlega, sko. Og þetta er þú fyrir 3-4 árum, bara eitthvað svona semi-helluð á því eftir eitthvað ayahuasca-trip, sko. Já. Ég allavega hana. Þetta er eitt af besta sem hefur komið fyrir mig líka. Þannig að Hvað kom út úr þessu? Ég var aftur, sko, fekk ég bara svona besta ferðalega sem að hugsa getur, sko, það sem að ég var einmitt svona, fekk að upplifa þetta svona, þú veist, leysast upp og tilheyra öllu og vera, upplifa mig sem kærleika sem er alveg magnast upplifun í heimi, þar sem að maður er bara ást og kærleikur, sko, sem ég held að við séum í grunninn. En ertu þá ekki yfirgefa efnisheiminn bara? Ertu þá ekki komin í hina bara í andan, bara í þá vídd? Ég upplifði mig í líkamannum og ég upplifði mig bara að hafa einhverja orku sem væri svona, þú veist, ég notaði tækifærið þarna og fór og hitti, þú veist, börnin mín og lagaði alls konar sem að mér, þú veist, ég var allavega ímyndið mér það og upplifði eins og ég væri bara gæti. Var þetta visuált alveg? Mjög visuált hjá mér, sko. Wow. Mjög, þetta var aftur svona svolítið eins og upplifa sig vera þennan kærleiksmátt sem getur lagað og heilað og list og einhvern veginn. Men hefur það farið aftur? Já. Þarf maður að fara aftur, kannski frekar? Nærðu sömu? Það verður kannski, það kemur mjög mikil veljan í kjölfarið og maður gengur með þessa upplifun í svolítið langan tíma eftir, þar sem maður á gott með að elska alla og þykja vænt alla. En er ekki úrvinnslan mjög mikilvæg? Jú, ég skrifa rosa mikið, gerða bæði í serimóníun og eftir hann að skrifa þetta og fekk svo eins og sýndir í þættunum, þá fór geðlæknir með mér í gegnum lið fyrir lið, allt sem hafi komið upp hjá mér og útskýrði það mjög vel, sko, út frá bæði svona þessum andlegu forsendum og sálrænu. Þannig að það var mjög áhugavert. Svona andlegt og akademískt. Já, en ég samt, sko, er alltaf feimin að tala um þetta, því að mér finnst svo, ég eiga ennþá svo langt í land og ég fer alveg sjálf í alls konar, þú veist, vitleysu í haustum mínum, þú veist, að vera stundur reið og gröm og er alveg að kljást við allt þetta, sko. Þannig ég er ekkert búin að finna lausnina eða haminguna, en það er ekki búin að því? Nei. Já, þú bara tala út frá eigin reynslu. Já, ég er bara að tala með þetta frá eigin reynslu og já, þannig. En hefur verið að prófa þá, sko, altså einhver önnur svona hugvíkandi efni en einhver önnur en ayahuasca? Ég hef prófað svona að fara í svona sveppaseremóníu. Sem þá með öðru fólki eða í einst sem Nei, alltaf í svona seremóníu settings. Hvernig fannst þér að vera sambærilegt? Já, mér fannst það svolítið sambærilegt. Okay. Og og það var kannski svona aðeins meira, það var sungið meira og það var svona meira svona gaman kannski. Meira trallað. Já, allavega í þeirri reynslu sem ég hef. En þú ert ekkert feimin að segja frá þessu? Á ég vera það? Ég veit ekki, nei, ég held ekki. En mér væri drull, sko, en þarna, mér finnst þú tala bara mjög frjálslega um þetta. Já, ég veit ekki, er þetta eitthvað, þú veist, þetta er ekkert ólöglegt að hafa farið í svona og þú veist, ég veit það ekki. Þú ert lögfræðingur um Davíð, þú ert ekki að svara því. Þú eitthvað að ræða þetta, sko, nei, ég er alls ekki að gaggrina þig fyrir það. Mér finnst það mjög aðdánavert. Mér finnst það bara góð pæling og kannski út af því að mér finnst þetta ekki rámt. Ég myndi óska mjög mörgu þess að fá að prófa þetta. Ok, þannig að þetta er bara út frá þinni einn samfæringu, þá segja ég hlutinu bara. Og ég hugsa oft, hvað þessi myndi fá mikið út úr því að fara í
eina svefnserimóníu nákvæmlega og því að það það sem gerist eitthvað, það losnar eitthvað og það víkkar sjóndeildarhringinn að mér finnst eins og opnist inn í svæði heilanum bara sem að ég hafði ekki aðgang að áður. Nei. Þú veist. Finnst þér sko, ef þú upplifir það og ég tala henni sko hugvíkun og rauninni af hverju, en þú talar þess að hugvíkun, finnst þú búa svo aðinni þegar þú kemur úr? Já, algjörlega. Því það er einhvern veginn ekki tekið frá þér. Mér finnst ég í huglisli geta smekt mér hana inn sko og alveg svo, þú veist, og með dálislunni og í þessu vitundarástandi sem er milli svefns og vöku þegar við erum að sofna eða vakna þá erum við mjög nálægt þessu svæði þegar sem að við erum komin í svona hægari heilabylgjur þess að þetta, þú veist, velíðunar þú veist, upplifunin er og við svona smjúum okkur að inn. Þannig að þú hafðir ekki aðgang fyrir þessa serimóníu kannski? Já, að þessum hurðum sem að... mér finnst eins og þetta sé að verða aðgengilegra og opnara og meiri gleði? Já, meiri velíðan, sko. Ég myndi nú segja að gleðin er meiri í þessu veraldlega, sko, eða þú veist, ég veit ekki hvernig ég orða það, sko, en það er ekkert, ég meina, ég held að, þú veist, það er ekkert endilega gaman að biðja í klaustrinu, sko, ég held að það sé skemmtilegra stundum, þú veist, að leika í þessu veraldlega og dansa og syngja og skíða og það verður skemmtilegra, við getum orðað það þannig. Það verður auðveldar að njóta. Það er ekki öllum gefið. Er það ekki það sem... Jú, algjörlega. Ég er algjörlega sammála því. Sko. En ég held samt sko einhvern veginn að efnið, sko, efnið, það þarf að hvíla í sko, einhverju rými, sko. Það þarf að hvíla í einhverju súrefni, sko. Og súrefnið er þessi andlegi þroski, sko. Og þetta andlega plattform sem að svo allt rasli getur hvílt í. Og ef það fara að hvíla í nógu súrefni, þá einhvern veginn, þá er því notið best. Skiljið hvað við? Já, ég held ég skiljið hvað við. Þá nýtið þess að skíða á Ítalíu, ekki bara eitthvað ein fucking utanlandsferðin. Já. Veist, og það sem ég bara eitthvað drakk mig hellan og eitthvað vesen. Eða veist, fæ mér nýtt eldús og svo er bara einhvern veginn kann ég ekki binda með það, sko, heldur. Fattar þú? Já. Alltaf að reyna að fóðra eitthvað. Akkurat. Bara lag fyrir lag. Þannig ég heldur að það þurfa að spila saman, sko. Algjörlega. Og við erum kannski svolítið að gera þetta, þú veist, ég er mjög þakklátt fyrir að fá að lifa þessu jarneska lífi í þessum líkama og þetta er gott og skemmtilegt og gaman. Þannig að það er, já, kannski að fara einhvern milliveg og Ertu með eitthvað takmark? Eða eitthvað markmið? Nei, mér finnst þetta snúast svolítið að þreifa sig áfram og ég get ekki vita það sem ég veit ekki. Veistu hvað þú varst í fyrralífi? Nei. Ertu búin að finna það í dáleiðslunni? Nei, ég er ekkert spennt fyrir því. Mér finnst þetta alveg nóg. Okay. Þetta líf er alveg nóg fyrir mig. Þetta er næsti dáleiðslu þáttur hjá okkur. Þá er Davíð að fara í það, sko. Ok, fyrir líf. Já, ég er mjög Japansk gæsa. Eitthvað svoleiðis. Það getur vel verið að öll svörin séu þar, ég veit það ekki. Það getur vel verið, og ég áskilur rétt til að skipta skoðun. Já, kannski. Já, þetta er bara nóg. Herðu, en hvað með svona hversdagslegt drasl, svona hversdagsleg svona dægumál. Myndum að segja dægumál? Jú, það er ekki fyrir eftir gott að svara spyrum. Hitamál, pólitík, allar þessar baráttur. Já, Tinder, það er gott hobby. Me Too og allt þetta. Ertu með eitthvað svona sterkar ertu svona sterk svona í að taka svona pólitíska svona afstöðu og eitthvað? Ég get alveg gert það, get alveg tekið einarð afstöðu og í ég er sko feministi og ég er Hvað er það? Það er að vera meðvitaður að það er misrétti og það þurfa að vinna í því til þess að breyta því. Og þá kynjabundi misrétti, þetta var vísið það? Já. Og og ég er ennþá þar líka að ég þarf að endurskoða hugmyndir mína því ég er alveg upp við þessar hugmyndir sem eru kynjaðar, sko. Og ég var til dæmis að
gera þátt einhvern tíðan komið ár síðanasti þar sem ég tók viðtöl við þolendur kynferðisofbeldis og kvenkins konur konur sem voru þolendur og það var svo sjokkarandi fyrir mig að standa mig að því hvað ég var sjálf með mikla ranghugmyndir og hvað ég einhvern veginn var jafnvel með svona druslu skammar stimpla á þá sem höfðu lent í einhverju og ég lærði mjög mikið af því að gera þessa þætti og ég þess vegna lagst í það svolítið að kynna mér þetta og skilja þetta því að ég stend með að því að vera alin upp við þessar hugmyndir sem að viðgangast sem við erum að reyna að breyta núna og ég á 4 dætur og ég er alltaf að læra þeim því að þær eru náttúrulega nú þær fattar að skóla þið til og hafa einhvern veginn líka fengu miklu betur uppbylda heldur ég það er ekki gott rós fyrir mig jú, algjörlega en þú ert að endurforrita í rauninni svona einhver grunnforrit ég er alltaf að endurforrita mig mér finnst það að vera svolítið verkefni okkar sem erum konum miðan aldur sem að ólust upp við mjög mikið af skekkjum í feðraveldi sem að var ekki andilega gott og sanngjarnt en til þess að geta það þá þetta einhvern veginn að vera hæf til þess að taka sjálfvæði og þínar hugmyndir með algjörum fyrirvara sko. Algjörlega það er það sem við náum hann að þegar við áttum okkur á því að hugurinn er bara bullar í okkur en hvað með svona pólitík og svona dót ertu eitthvað að fara að bjóða þig fram í eitthvað svona sem eitthvað svona kaftaflókn eða til forseta eða eitthvað ég held ekki ég til í ef einhverju til í að vinna með mér á því að stofna Hamingjuþorp ég er mjög spennt fyrir því og ég verði líka mjög til í að innleiða hamingju viðmið í ákvarðantöku það er svona ákveðin hugmynd sem ég er búin að vera að ganga með í huganum í svolítið tíma og finnst að við þurfum að vinna og ég var að hugsa að gera doktorsverkefninu mínu endilega útskýru, hamingju viðmið í ákvarðantöku þá í stjórnmálum eða bara í ákvarðantöku stjórnvalda til dæmis sko, ef að við segjum að Reykjavíkurborg alltaf þegar teknar ákvarðanir þar að það sé ekki bara einhver hagvaxtar sjónamiði sem ráða en við mælum allt í hagvexti nei, ég veit en hvað hagvöxtur hvernig ætlar að fara að mæla hamingina? Við höfum alveg rætt þetta áður sko, sko. Og ég er mjög fylgjandi þessu þetta var mjög áhugaverð doktorsritgerð þetta er einmitt einhver sjónum sem við viljum taka út hagvöxtun inn fyrir hamingju og gleði við höfum talað um að endur skilgreina sko, hugtakið hagvöxt því hagur er eitthvað meira en bara monies ekki rétt? Eða hafa bara hamingju viðmið sem og við þurftum til að læra það og meðan okkur finnst það ekki vera einskilt og hagkvæmnis viðmið þar sem við erum bara að segja býtu, er þetta þessi ákvörðun hvernig áhrif hefur hún á líðan fólks hvernig er þetta betra og það eru bara nokkur flokkar sem að væri hægt að haka við það þyrfti bara að fara í gegnum ákveðin lista svona tjekklista, er þetta til þess að og ég er alveg búin að vera stúdírt í svolítið tíma sko, það eru, við vitum út frá jákvæðri sálfræði og þeim rannsóknum sem hafa verið gerðað þar það er ekki drosa margt sem að er mjög konkrétt sem að eykur hamingju fólks við vitum hvaða breytur það eru og það er fyrsta lagi, það eru tengsl að fólk upplifir sér tengt öðru fólki að finni sig búa í samfélagi og í einhvers konar nánd að er að hafa náttúru nála við náttúru og að geta andaða sér náttúrunni við vitum að það er einhverja svona heilsusamlegt mataræði, það er hreyfing það er við getum bara haft þetta þetta til þess að stuðla að því sem við þurfum til þess að fólki líði vel til þess að sé heilbrigt og hamingjusamt og við getum bara lagt niður sjúkrahúsin og bara, allir sáttir og glaðir og Er þetta stuðla því að við sem foreldrar getum eitt meiri tíma með börnum okkar? Það er stóra verkefni okkar að tryggja að við skemmum þau ekki, sem að er Þetta er geggjað, gangi ég vel með þetta?
Ég er til í Ætluðum við ekki að hamingjuþorpið. stofna flokk, hvað var Jú. þetta? Já, þú færið ekki gegn öðru sér, sko. Þetta lýst mér vel á, sko. Hamingjublokkin. En hvað er hamingjuþorpið að vera? Dalvík? Sko þetta er alveg raunsa hugmynd sko. Þetta er ekkert Það er eins og hugmynd. Já, já, En er og þetta það bara svona sjálfsþurftar búskap, sjálfbærnis? sjálfbærnis hamingjuþorp, já, Já. það sem fólk býr saman og á sameiginlega Mynd- eignir og Myndið þú yfirgefa þetta sem þú ert að byggja núna með familíunni, 3 ætluðum og flytja í hamingjuþorpið? já, og ég myndi náttúrulega Og bara þeir- prataði með mér sko. Já, ég myndi koma með. Ég þarf bara að samfara Já, konuna já. og börnin og Pokémon og iPad og allt þetta, sko. Það verður allt þarna, við þurfum ekki að neyta okkur um neitt, við verðum bara með kajaka og fjallahjól og alla græjur, það verður spa og það verður sko, við erum að Þetta rækta líst mér geðveikar vel á. mat og við þurfum ekki að, Erum við á Íslandi? við erum á Íslandi og við erum hérna á Já. Suðurlandi og við náttúrulega byggjum bara glerhús yfir, svæði, þannig að við getum bara verið að tína fíkjur á trjánum, sko. Akkur þetta er bara svona svo Truman Show. Akkur Ja, gerum við ekki bara Biodome. eitthvað production alls og út fyrir og svo bara búið til eitthvað raunveruleika þátt í kringum þetta. Já, þetta, ef við gerum það? Við erum hérna... Ég er til, ég þekki nokkar sem við alveg komið með á Já, þetta. já. En spurningin er, Við erum ertu- meira sér búin að finna land, það eru nokkur með mér í þessu, við erum búin að vera að skoða svæði hérna á Suðurlandi og hérna, Já. þetta er alveg að fara að gerast, sko. Ok, geggjað, það var gaman að fá að fylgjast með þessu. Ég vil flytja. en væru tilbúin til þess að í rauninni að afsala þér öllum, bara vera öllum eigum til þess að fara inn í eitthvað svona kollektíft Já, system. ég hugsa það. Heldur það myndi ganga upp til lengdar? Myndi þetta ekki enda svo köld? Ég Það byrjar sem frjálsar já, ástir já. og allt og svo kemur einhver svona köldlítra Rolls Royce og Ég held skemmir að allt. við séum komið þroska til að gera svona hluti og ég held að það sé bara svolítið ný geta hjá okkur að geta tala saman og átt samskipti á þess að fara allt í hund og kött út í að ég held að fyrir nokkrum árið þá voru allir svo hrættir Hann gerir meira en ég og þetta Já, já, og eða borðaði eitthvað fleiri svoleiðis, sko. kartöflur og Já, ég held að það er kenningi mín að við séum loksins nógu Komin á þann stað. þroskuð til þess að geta gert þetta á þess að vera eigingjörn og á þess að vera í samkeppni og á þess að, þú veist, og aðal lausnin held ég sé góð samskipti að geta tala um hluti og skilu hvort annað og list Algjörlega. mál. bara eins og í vinasambandi og hjónabandi og öllu Já, samskiptin akkurat. í hamingjuþorpinu. Já. finnst þetta Þú geggjað. ert að koma með mér í þetta, ég sé er að það. koma. Finnst þetta geggjað Ég bæði. þrái svona, mér finnst þetta alveg Út af geggjuð. því að þarna væri við í tengslum, við værum örygg, þú veist, værum að fá allt sem við þurfum. Ég var til í að vera moltumestarinn. Moltumeistarinn, Já, ég var myndir til þú í að- ekki vera að rækta? Jú, myndi rækta, en ég var til í að búti mold. Þið komum Já. bara og ég stendur tunnuna og bara hræri Geðveikt, já. allan daginn. Já, Ha, Ég veit ekki hvað ég á að gera. hvað, jú, þú getur Loftur, séð um svona, hvað þetta er fyrst í hug? þú getur svona lobbyist þig út á við. Já, ég myndur að glæða á vera að lobbya og reyna að fá fólk inn í hamingjuþorpið eða sæki eða kenna krökkunum og svona Já, kenna minna frelsi. já, Já. kenna, það Kenna. er fallegt. Ég veit það, ég var til í það mikið. Kenna, það er moltan og Mér kennsla. finnst þetta Ég geggjað, myndi en vilja þetta vera hefur verið- smíðaverstaðin eða leirkera, ég myndi vilja vera, þú veist, vinna eitthvað í höndunum svona. Með Patrick Swayze fyrir aftæði og hérna að móta leirin og geggjart. Já, þú segir það, það var kannski undir meðutundin sem Já. maður var að hugsa það Það þannig. poppaði beintinn sko. Já, Ok. og við láttum En það þetta hefur verið reynt, þú veist, í svo Áróvill og veist, eins og skoðum til Indlands og annað, þú veist, þetta er alveg til hugmyndin, en það ekki? Þetta er víða til Já. og þetta er svona stærsta hamingjubreytan. Það er fólk sem að býr í svona nánum tengslum er hérna er að koma mjög vel út úr hamingjuprófum og ég veit ekki hvort það hefur komið til Bali. Ég fór þarna með dætur mínum hérna fyrir nokkrum árum og það voru allir glaðir. Það voru allir brosandi. Það voru allir góðir einhvern veginn og þetta var svo ótrúlega hérna mikil upplifun að sjá gleðina og sáttina sem að ríkti þannig og við vorum eitthvað að skoða þetta og þar búa allir í svona mjög litlum eða í þorpum, í mikillir nátt Einmitt. og það er náttúrulega bara dásanlega náttúr út um allt. Það er allir bara út á götu, það er allir saman, börnunir með foreldrónum í vinnunni og það var eitthvað, þar er eitthvað að gerast sem að er gott. Það er alltaf verið að þakka fyrir, það er alltaf verið að færa fórnir, svona þakkar fórnir
og svo tilherir hinduismanum sem að virðist líka að vera það sem við erum búin að læra, skiptir mjög miklu máli að kunna að þakka fyrir, að vita hvað er í lagi og vera ánægð með það frekar en að vera að hugsa allt sem er í ólagi. Man sér þetta líka eins og bara Spáni meira segja sko. Svo getum við út þetta er líka sólin og veðurfarið. Getum við afsakað okkur með að við búum á Íslandi og maður nennir ekki út að róla. Við getum byggt bara Þú ert sem sagt ekki að grínast með glerhúsi? Nei, ég er ekki að grínast með glerhúsi. Okay. Yfir öllu þorpinu þá? Nei, kannski bara yfir hluta, við viljum líka vera út að leika, sko. Einmitt. Já. Við viljum hafa spæð úti, er það ekki? Og, þú veist, við ána. Við þurfum að vera með kalda pott og heita pottin þarf að vera úti, sko. Já. En er þá pælingin svo að þeir sem að koma að hamingjuþorpinu leggja allar svona veraldlegur eigur inn í það og það verður einhvers konar samig. Ég held að þurfa ekki að vera rosa stranga reglur með það. En hvernig það að fjármagna, það er auðséð að þú stofnar ekki hamingjuþorp bara á haminginni, einni? Nei, sko maður myndi náttúrulega kaupa hlut í, þetta var einhver hópur og allir myndi leggja svona í púk. Okay. Ég held að vera bara þannig að maður kaupi sér sitt hús og sinn hlut í samegninni. Þetta á ekki að vera gefinst neitt sko. Nei, það er bara, þetta er bara svona ákveð búsetuform og sem er að svo mörgur leiti, það er líka þetta sjálfbærnis svo hugmynd við þurfum að gera þetta. Við erum að reyna að implementa þetta eins og í þorpinu vistfélag og það virðist ekki að ganga neitt rosalega vel samt sko. Það eru svona þessi sameilu matjurtagarðar og svoleiðis en svo er bara rók og rigning og grjót. Ég er búin að lesa mig í gegnum staðaskrá og einhverjar alþjóðar samþykktir þar sem er verið að tala hvernig við ætlum að fara vel með jörðina svo að við getum verið aðeins lengur og þar er verið að tala að sjálfbærni er nauðsynleg fyrir okkur til frambúðar og það þarf að stokka upp þetta einstaklingshyggju kerfi sem við erum með þannig að ég held að hamingjuþorpið sé sko. En kerfið er náttúrulega bara afsprengi af sko svona nokkrum mönnum eins og mannkynsfrelsarinn hann talar sko hérna einkavæddu vitund þannig að sko samfélagsstruktúrin er bara afleiða af hugsunarhætti sko og við kjósum þetta drasli yfir okkur ára aftur sko. Já, við þurfum einhvern veginn að vakna Stockholm syndrom í gangi sko. Já. Þess vegna held ég, en ég held að við sem að gangi inn í nýja tíma núna. Já, eflaust, þú ert ekki svo fyrsta sem segir það sko, það er mikið talað þetta. En það er sko, ég bjó í Köpen í 15 ára og þar kom ég ofta á ýmsu staði og ég man eftir, ég kom inn í svona kollektív eins og það heitir og er mjög algengt og var algengara en er alveg ennþá til. Og ég man eftir þessu, bara upp í Hellerup, ég kem inn í svona risastóra svona herskapsvillu, bara alveg mega stórt einbýlishús og bara 500 fermetra einbýlishús. Og það búið að skipta þessu upp í fullt af herbyggjum og íbúðum og þarna bjuggu bara 30 manns í kollektív. Þú er bara keyptið inn í herbyggi og með sameiginlega stofu, það voru fjölskyldur þarna, það voru kannski með stærri einingar, þið skiptust á að elda, það var borða saman á kvöldin, skiljið, alveg ótrúlegt bara og fyrir mig mjög svona grannsóðskriðinu því ég er vanur að hafa svona einhvern veginn alltaf mitt næði sko, fyrir mig enga. Bjóstu þarna þá? Já, ég bjóð þarna. Hvernig líka er þetta? Mér fannst þetta mjög falleg hugsjón sko og þetta var fallegt og mikill kærleikur og nánd og einmitt tengsl en fyrir mig virkaði þetta mjög ögrandi því ég vanur alltaf einhvern veginn að hafa mitt. Já. En þarna var þetta allt svolítið mikið í sameign. Já, frekt sko. Já, maður en mér finnst þetta bara áhugavert sko því að þarna var þetta rauninni bara í borg sko. Já. Það voru náttúrulega margir sem þetta kommunudæmi hérna var mjög vinsælt á tímabili á hippárunum sko. Þetta er kannski svona aðeins önnur hugsun, við tengjum það svolítið við kannski með hippa og kannski svona neyslu og pínur rugl en mér finnst þetta sem ég er að tala vera þetta svona nútímalegt sko, þú veist, heilbrigt. Það er bara nútímavæða þetta. Já. Heyrðu, ertu við, sko, ég er Davíð. Já, ég er ekki við erum búin að fara alveg bara víðan vatn, sko. Búin að fara út allt, sko. Já.
Er það ekki það sem þið gerir hérna? Jú, Jú, við gerum það. Við erum með eitthvað beinagrind sko, og svo Heyrðu. tekst okkur misvel að fara eftir henni. Ég vil ekki eins og hafa hana fyrir fram að mig sko. Ég bara Nei, fylgist ég með verð að og- hafa hana fyrir fram Já, sko. já. Ég treysti bara á þú sem er beinagrindin og Já, svo hlusta meinar. ég og stekkin að það er eitthvað skemmtilegt sko. En ég meina, ertu með viltu bæta ykkur við þetta? Við erum búin að fara yfir næstu allt. Þið veitir næstu allt mér núna, sko. Næstu því Næstu því. Já. En ég meina, ertu með ykkur lokaorð? Viltu koma með eitthvað sem að bara sprengir skalan? Því það Sjokkar. okkur nú langar með að segja eitthvað rosalega gáðan, þá kemur ekki neitt, sko. Og ég veit ekki á ég að sækja í hugan eða eitthvað, þú veist. Þú getur ómað fyrir okkur. Ha, Já, ég bara ósað þakklátt fyrir að fá að koma. Ég er búin að segja fullt af hlutum sem ég vissi ekki eins og mér fyndist. Nei. Þannig að þetta var bara æðislega gaman og ég held að við erum bara að tala meira og hlusta meira. Það verður skemmtilega að vera til. Amen. Geggjað. Við ætlum að leysa það út með gjöfum hérna til smá stund. Við ætlum að fara hérna í smá... Sameign í Hamingjuþorpinu samt. Já, einmitt. Við ætlum að fara í smá sponsora. Já. Þetta er einmannalegt núna. Sponsor af hófnum? Nei, mér finnst Já, það eru tveirinn eftir. Við ætlum að byrja hérna á Kombucha. Og ég lesi hérna texta sem ég teka fram. Ég sjálfur skrifaði og þetta er í rauninni bara byggt út frá einn reynslu. Kombucha hefur afgerandi áhrif á þarmaflóruna. Þar hefst taugakerfið. Þarmaflóran eða kerfið sem slíkt er basically ónæmiskerfið, þannig að ef það er jafnvægi í þarmaflórunni þá er ónæmiskerfið að virka mun betur. Svo hjálpar Kombucha heilbrigðum gerlum í kviðnum. Davíð, eins og api mjólk á styrum. Þvottahúsið elskar Kombucha. Herru, svo er það hérna nýtt frá Gott CBD. Eins og þið sáu þá reykti ég hérna eina jöin hérna í byrjun þáttarins. Þarft að kalla þetta Jónu? Ég sagði jöin. Já, ok. Getum við ekki kallað þetta? Þetta er ekki Jóna. Ok, þetta var vefja. Hampa? Eða eitthvað Hampvefja. Hampa? Já. Hampa. Ég reykti hérna eina hömpu og þetta er sem sagt frá Endoga. Þetta er sem sagt raw hemp flowers, stútfullt á CBD, 0,2% THC, sem er sem sagt löglegt snefilmagn. Og þetta kaupir maður upp í búð og þetta rúlar maður í, hvað sagðirðu? Hömpu? Já, hömpu og reykir. Þetta er mjög gott, sérstaklega fyrir stónera sem að eiga kannski ekki að vera hæ. Þetta er svipað að tekur í vöruna og þú skiptir í út fyrir, geymir ekstra tyggjóðandi vöruna eitthvað svoleiðis. Já, einmitt. Þetta er bara tilfinningin, sko. Já, en þetta er stútfullt af CBD. Já, fyrir utan það. En allavega, sko, það sem ég ætla að segja, sko, Gott CBD er að fara að opna búð. Nýja búð? Nýja búð. Hvar? Upp í Urriðaholtsstræti 24. Sko, Gott CBD fæst í Hagkaupsverslunum sem hafa þá hreinu, apótekum út all land og lyfju meðal annars, og svo eru þeir að fara að opna nýja búð í byrjun júní. Stærri og betri þá? Já, yfir 200 fermetrar búð upp í Urriðaholtsstræti 24. Verður opnapartí? Já, þeir eru boðið og þar verður að finna mesta úrval CBD og hamp vara á landinu. Ekkert white label drasl, heldur alvöru vara úr heildrænni framleiðslu, lífrænt og vottað. Vörurnar frá Gott CBD eru miklu meira en bara fancy kassar og gullímiðar. Og svo ætlum ég að minnast á áskriftarleiðina. Það er 20% afsláttur og frí heimsending. Binding í 3 mánuði, alltaf hægt að bæta við og breyta. Oljur og verkjakrem. Það er 20% afsláttur. Svo erum við afsláttarkóða sem er þvottahús sem er litlum stöðum sem gefur 15% afslátt bæði upp í búð og í netverslun. Ég myndi bara, hvetja fólk til að segja upp áskriftin á lifandi vísindi og breyti þetta. Já, nákvæmlega sko. Aha. En herru, við ætlum að leysa út mikið Já. Það er enga glasamáttur lengur. Ef við ekki gefin í glasamáttur. Meðan við eigum glasamáttur. Við vorum með svo góðan sponsor. Ferganta eða kringlóta? Ferganta er svolítið spennandi. Já, það ekki? Jú. Alright, sko, megi hampur að vera með þér. Þetta eru kork glasamáttur. Frá Þótti Þorgríms. Já, einmitt. Þótt Þorgríms. Þetta er flott, nýja húsið. Herðu, í nýja húsið. Hvar er nýja húsið, ég maður spyrja? Í hvað hverju? Hérna rétt hjá, í Furugerði. Í alvörunni? Já. Hvar er það? Hvar er Furugerði? Það er hérna rétt hjá Grandsastildin, hérna hinum megin. Já, nuffrá. Geggja hverju? Mitt gamla hverju. Ég var í Kvassó, ég var lítill. Okay. Herðu, svo ætlum ég að leyfa að velja hérna milli, sko, við erum með Sípdól, altså CBD handáburð. Ótrúlega góðan. Eða Sípdól CBD bólukrem.
Já, unglingabólur. fyrir unglingabólur. Eða þú ert með einhvern ungling Ég fæ stundum unglingabólur. Þú er einnig bara ræður sko En ég er nú svolítið spennt fyrir handaburu núna, Já, út af því að ég er svo þurra höndun. Ég er búin að vera Þetta er bara reka besti handafur Gjörðu svo í vel. heimi Í sko. alvöru. Ég nota Já. börnum mín þetta er sko búið að gjörbreyta líf okkar Já. Ég er ekki að íkja Nei. Miklu Með betra hamborgara en með- hérna hydrofíl og Klausen vinnur okkar og allt sko Heyrðu, takk fyrir þetta. geggjað Bara verðið Heyrðu, ræði Og ég er þarna- forvitin þetta CBT. Þetta Þetta er er ótrúlegt. aðalmáli Já, núna. ég ætla CBT, Ég ætla- við lærum það- CBD. við lærum að fara á BDSM en maður má ekki segja CBT Ok, Nei. vil ég segja mig hvað það stendur fyrir? CBD, Já. þetta eru bara ég veit ekki hvað CBD þér, bara cannabinoid eitthvað Ég veit það ekki, Ég góð veit spurning, þetta ekki. er fyrst skeitt Góð sem spurning, spyr á því það er enginn spurt okkur í því áður En það er út af því ég get ekki muna Nei, sko skamstöðu nema CBT þýðir cock and ball torture Já, það er innan BDSM sko, Já, þannig þegar að ekki komið segja það BDSM-ar hérna Já. og við köllum þetta úr CBT og hann sagði að Nei, stoppa það er okkur af. alveg bannað, Það sko. er alveg bannað. En ég skal Þetta bara, var við rosa. skulum núna eftir að við erum hættum, ég ætla að lefa þér að prófa þetta alveg út í eitt, ég ætla að hella þessu upp í þig Já, ok, Ha. það er spennandi. En Ásdís Olsen, það var alveg Já. frábært að fá þig til Það var okkar mikill heiður og hérna, velkomin aftur til Íslands Takk fyrir, yndislegt að vera með ykkur. Ha, Takk, bless. bless Frá náttúrunni til þín. Gott CBD er einfaldlega betra.